Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Sífellt fleiri ferðamenn heimsækja Fjallabyggð og svæði þar í kring. Hjá Hótel Brimnesi á Ólafsfirði hefur aðsóknin aukist töluvert en tímabilið hefur einnig lengst. Við höfum tekið eftir núna, sérstaklega eftir að göngin komu yfir til Siglufjarðar, að túrismin hefur aukist mjög á haustin, september og október sérstaklega, og síðan hefur þetta byrjað svona af krafti, eða svona, já, í febrúar, miðjan febrúar, og þannig að við höfum svona, síðustu árin höfum við verið að reyna eitthvað sem heitir bara skíðaferðamennska, sem hefur ekki verið hérna áður en allt sprakk út. Þannig að tímabilið okkur hefur lengst úr því að vera kannski 2 góðir mánuðir á ári í að vera 8 til 9. Kristján segir marga þætti hafa áhrif á þessa fjölgun ferðamanna, til dæmis bættar samgöngur og aukið framboð afþreyingar. Já, afþreyingin hefur svona verið að koma inn núna síðustu misserin, en mér finnst við geta bætt betur í. Norðursigling kom hérna árið með bát til hvalaskoðunar. Hann fór aftur fyrir cirka 2-3 árum síðan og skildi eftir sig ákveðið svona gap. Dalvíkingar voru mjög duglegir að byggja sitt upp, þannig að við höfum ekki þurft að leita langt eftir hvalaskoðun til dæmis, sem er mjög jákvætt. En það eru margir sem koma hérna sem finnst afþreyingu ábóta vant. Við höfum á sumrin haft hérna kajaka hérna handa gestum á vatnið og svona aðeins reynt að klóra í bakkann en það má bæti í. Og hvernig sérðu framtíðina varðandi það? Já, með bara svona aukinni markaðssetningu og ekkert endilega aukinni umferð. Þessi fjörður er bara fyrir ákveðin markhóp. Það er svona útivistafólk sem vil kannski gera meira á eigin spýtur, ekki láta hafa ofana fyrir sér, heldur hefur ofana fyrir sér sjálft. Við erum að ná til þeirra nú þegar nokkuð örugglega, en það má bæti í og ég sé fyrir mig bara eftir svona 3 ár þá verði bara hér orðið mjög blómleg útivistar ferðaþjónusta. Fyrr í mánuðinum var haldin ráðstefna uppbyggingu nýrra áfangastaða og sóknarfæri í ferðaþjónustu í Fjallabyggð. Ráðstefnan var vel sótt, en hvert var markmið hennar? Já, markmiðið var að ná saman annars vegar því fólki sem er að starfa af afþreyingu í Fjallabyggð og kynna það sem er til á svæðinu í dag fyrir því fólki sem kannski í kring er. Við horfum náttúrulega svolítið á okkur í stærra samhengi, við erum að tala kannski allan Tröllaskaga, við erum að reyna að laða túristan til okkar eða ferðamanninn sem sagt ekki bara inn í Fjallabyggð, heldur kannski bara inn á svæðið í heild sinni. Við álitum að það hafi upp á feiki mikið að bjóða og erum kannski með þessu að reyna svona auka samstarf og samvinnu milli aðila allt frá Sauðárkróki til Akureyrar. Hver hefur þróunin verið í ferðaþjónustunni hérna á svæðinu? Já, sko, með Héðinsfjarðargöngunum, þetta verður sem sagt 5. veturinn í vetur, þetta verður 6 ári haust síðan þau opnuðu, að þá náttúrulega hefur þetta gjörbreyst. Það hefur farið frá því að vera náttúrulega Siglufjörður og Ólafsfjörður sitt endastöðin og Tröllaskaginn kannski var ekkert opinn sem slíkur en núna er þetta orðin hringur sem hægt er að aka og stoppa hvar sem er á leiðinni og við förum frá því að vera svolítið endastöði verði kannski alltaf nokkuð finnst við vera svolítið svona miðsvæðis. Og breytingin náttúrulega hefur í kjölfarið orðið bara svo að þetta hefur svona verið að springa út, svona fólk hefur svona verið að átta sig á að þetta sé hægt og þetta sé til. Og okkar markmið bara er að reyna að bara svona taka vel á móti okkar gestum og hafa sem víðtækasta afþreyingu, hvort sem eru skíði eða gönguhópar eða hjól eða vera hvað að vera vill. Eitt af mörgum nýlegum fyrirtækjum á svæðinu er Amazing Mountains, þar sem fólk er dregið upp fjöll í sérsmíðaðri þotu og getur síðan skíðað niður brekkurnar. Ég
eiginlega svona með svona smá sérstöðu sko. Ég að draga fólk upp á hérna fjöllin og það alltaf klárt við að skíða af þessari þotu sem ég smíðaði sjálfur. Og þetta svona, ég fljótur í förum og ég get valið stórt svæði og já, þessi venjulegi túristi sem að reyna að pikka upp, hann svona hefur ekki séð þetta áður. Hvernig datt þér þetta í hug? Ég datt þetta í hug fyrir svona 5-6 árum síðan. Þá var ég að horfa hérna á þessar þyrlur sem að þjónusta skíðafólkið og sagði að þetta náttúrulega gaman að standa í þessu, að renna sér niður fjöllin. Þetta rándýrt ábygglega að fara í þyrluna og ákvaða, já, ég og vélsliða, kannski þetta að draga fólk upp. Þannig byrjaði þetta. Og ég fór í það hanna þotu sem tók svona 2 ár. Nú ég komið með alveg svona þotu sem orðin brúkhæf og búin að sannreina hana og flestir þessir, eða bara allir þessir sem hafa komið með mér eru allir hissa á því hvernig hún virkar og ánægðir. Og hvað finnst fólki þessar ferðir sem þú býður upp á? Ég segi bara amazing. Það bara lýs. Það ekki flóknara en það? Nei, það ekki flóknara en það og það bara, þeir finnst eins og sé að sko skíða upp fjalli líka. Þeir eru að skíða niður og skíða upp fjalli líka. Þannig að það svona sérstæðan. Og hvað eru margir sem komið í þessar ferðir hjá þér? Það nú svona, ég hef nú lítið auglýst mig og setti nú upp vefsíðu núna bara í vetur. Þannig að það svona, þetta alltaf að aukast. Og svona, það sem ég sagði við sjálfa minn alltaf, það besta að þetta spyrjist bara á milli manna, gott orð og það svona besta auglýsingin. Og svoleiðis hafði ég það fyrst, en svo ég búinn að vera að eyða í vefsíðu og skilti og nafnspjöld og svona, og reyna að koma þessu bara næsta level. Hverjar eru framtíðarhorfurnar í þessum hjá þér? Það að reyna að efla þetta og gera þetta svona kannski hálfsástarfi, eða svona heilsástarfi, meina ég. Þetta stuttur tími með skíðaþjónustuna að vefja þá eitthvað svona fleira við það. Það svona stefna hjá mér. En maður byrjar hægt og reynir að lifa af. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.